Nú tími ferminganna runnin upp og fólk svona farið að velta fyrir sér hvað á að gefa í fermingagjöf, en það hefur ekki alltaf tíðkast að gefa fermingagjafir, eða hvað? Allavega ekki í svona eins miklu magni eins og við gefum í dag, sko, og ekki jafn stórar og dýrar eins og tíðkast núna, sko. Fólk þarf jafnvel að slá bankalán til þess að geta gefið fermingagjafir, sko. Hvernig var þetta svona, kannski fyrir aldamótin 1900, veistu það? Gjafirnar, ég hef svo sem ekki rannsakað það, sko, en svona það litla sem ég hef skoðað þá snerist þetta náttúrulega aðalega fermingun og vera tekin inn í samfélag trúaðra og vera tekin í fullorðinlemanna tölu. Þannig að það var svona kannski meira haldin veisla bara fyrir fjölskylduna og fermingabarni og oftast var nú gefið einhver gjöf, skatthól eða einhver mubla eða stóll eða hugsanlega úr eða skartgripur, einhvað sem var svona eigulegt, einhvað til framtíðar, sko. Og hefur þú hugmynd hvenær þetta byrjaði síðan að þróast út í þetta neyslumunstur sem að núna tíðkast þegar kemur að fermingagjöfum? Ég myndi halda að þetta tengist aukinni neyslu yfir höfuð, að neyslu samfélagi það svona knýið þessa fermingagjafa vel. Það eru hérna allt í kringum okkur alls konar fermingagjafir og frá öllum tímum, en mér sýnist þetta kannski ekkert endilega hafa breyst neitt sérstaklega mikið. Það er hérna hárblásari og myndavél og sama og maður sjálfur fekk í fermingagjöf. Já, við fórum svolítið að skoða í safnskránu okkar á Sarpi, sjá svona hvað tengist fermingum og það kemur nú upp á dúrnum þegar við fórum svona að bera þetta líka saman hvað bara auglýst, það var auglýst í fyrra og þá nú svona, þetta svolítið klassískt, sko, myndavélar, úr, kannski svona fermingasamstæðan, sko, sem var nú þegar ég var að fermast þegar allir fengu svona hljómtæki í fermingagjöf, það nú kannski dottið úr tölvur tekið við í staðinn eða símarnir, þeir sé ekki svona í dag, en við fundum einmitt eitt síma, það sem er fermingagjöf hjá okkur, það var akkurat frá árinu 2000 og ég notaði bara upp á skrifstofu, það notaði eina fermingagjöf sem ég fekk frá, ég man mér að segja hverju gáfu mér sko. En svona bréfanýf, ég átti að mig ekki á því 13-14 ára sko, hvað ég hefði með bréfanýf að gera annað en að skafenda nöglunum, sko. En nú notaði ég þetta bara mínu starfi, sko, og mér finnst mjög gaman að hafa þetta bara á skrifstofunum, þetta fallegu gripur, sko. Og fann mig til þess að hugsa til þeirra sem gáfu mig gjöfina, sko. Og svo það peningur, það tíðkast líka að gefa pening og peningaupphæðirnar fara sífellt hækkandi, það ekki? Jú, það náttúrulega líka annað, sko, það svo sem hefur alveg tíðkast að gefa pening sem gjöf, sko, en núna það kannski orðið miklu hærri upphæðir heldur en tíðkast, það verðbólga í öllu hjá okkur, líka í gjöfum. Þannig að einu sinni var nú meiri segja bara gefið seðlaverki, sko. Tómt, já, það ekkert, já, við gefum okkur það allavega. En svo hefur kannski verið ákveðin svona kynjaskipting í þessum fermingagjöfum. Það eru ólíka gjafir fyrir stelpur og stráka. Já, kannski var einhver tengt meira útlitsþáttum eins og hártísku, eða að snirta hár og annað, en strákarnir fengu nú reyndar sko rakvélar eða rakhnífa svona framan af og svo rakvélar, ég fekk rakvél í fermingagjöf til dæmis og við fundum eina sem var gefin sem fermingagjöf. Það til dæmis eins og útivistar hlutir, bakpoki og svefnpokar til dæmis, gönguskór og kíkir og annað, það er svona klassísk fermingagjöf líka gegnum tíðina. Svo það græjurnar, þær eru alltaf, allavega hinn síðari ár, þá hafa þær verið svona eina stóru fermingagjöfunum sem að foreldrarnir gefa börnunum, sko. Það voru stóru samstæðirnir eins og með plötuspilara og svo síðan með plötuspilara og geisladisk og kassetutæki með oft tvöföldu kassetutæki eins og það sem er hér og hátalara samstæði, jafnvel í svona stórum og miklum skáp. Það þótti afskaplega fínt. Nú fá krakkar kannski bara eina MacBook Air 12 og þar allt saman, hlusta bara á þetta á netinu. Allt komið í eina græju bara, já, það er svo sem ekki sama tilfinningin eins og, en það kannski annað sem komið aftur að gefa plötuspilara, það náttúrulega komið aftur í tísku, sko. Þetta fer allt í hringi, eða hvað? Já, við
Allir við séum ekki eins samsett hvað sem við erum fætt sko 1972, 1872 eða 2072. Við erum eins í grunninn sko. Þetta safn fermingargjafa frá horfnum tíma verður haft uppi við á minjasafninu næstu vikur og því að gera að líta við.